Og þannig fórum sjóferð þá. Hvernig tilfinningin eftir svona leik? Já, maður er bara hálf dofinn núna eftir þetta og bara svekkjandi. Þetta var frekar jafn leikur fannst mér og svona, ég held að svona flesti sé að þetta var svona eitt mark í þessu kannski og þeir náðu. Já, bara ótrúlega svekkjandi. Manni fannst svona framan af þeir svona aðeins meira með boltan og Keflvíkingar svolítið að elta en það voru Keflvíkingar sem fengu hættulegri færi í raun og veru svona allavega í fyrri hálfleik. Já, þeir byrjuðu þetta svona kannski aðeins betur og á þess að kannski vera að skapa sér eitthvað og svo komum við ágætlega inn í fyrri hálfleik svo fengum allavega einn helviti góðan séns sem hann varði vel frá okkur og svo fannst mér við vera svona með smá yfirhönd í seinni hálfleik á þess kannski að skapa okkur eitthvað alveg færi, fengum hotspinnur og aukaspinnur og við bara náðum ekki alveg að þjálfa. Það er þá bara næsta ár og vinna deildina, er það ekki? Jú, ég meina við þurfum bara að skoða okkar mál núna svona og tryggja einhverja leikmenn áfram og koma bara sterkar. Það er ekkert flóknar en það. Það er búin að vera mjög góðu stígandi í liðinu í sumar. Þeir byrjuðu kannski ekki alltaf vel en þetta hefur verið hægt og sígandi bara upp á við. Já, sammála því og maður var svona hafði trúað því með hvernig það var búið að ganga hjá okkur upp á síðkastið og svona stemningin væri okkar megin og við myndum klára þetta. En við þurfum bara að draga lærdóm á þessu og koma bara eins og ég sagði áðan tvíeldir á næsta ári. Þetta var eins og segir mjög jafnt og eitt mark sem að skilda en þið svona settu kraft í síðustu mínúturnar en kannski bara kom markið of seint eða hvað? Já, þetta var svona, okkur leið vel með stöðuna sem var inn á vellinum og leikmennin sem voru inn á vellinum en síðan skoruðu þeir og það ákváðu að bregðast við með að setja kannski aðeins meiri sóknarþunga og já, svo má alveg deilum það hvort þetta koma fyrir eða ekki. Við mátum þetta svona og við segja því. En hvað með talanum leikmannum? Hvernig svona er staðan á hópnum hjá Keflavík? Ég held hún sé bara nokkuð góð sko. Lausir enda sem þarf að klára og það var kannski erfitt að vera búin að því núna því að þú vissir ekki hvort þú væri í úrvalsdeild eða lengjudeild. Það er svolítið mikill munur þar á og já, eins og ég segi, við bara núna næstu vikur og það er bara næsta verkefni. Ég segi bara gangi ykkur vel, þetta var svona leit vel út en svona fórum þetta. Já, takk fyrir það bara.